Líftækni, hlaðvarp. Halló, hæ, ég heiti Lúkas og í þessu hlaðvarpi ætla ég að fjalla líftækni. Fara yfir helstu svið hennar sem hvað litaflokkun og síðan kafa dýpra í rauða líftækni. Ég mun sérstaklega taka fyrir tvö mikilvæg dæmi. Uppgötvun penisilíns úr penisílium og framleiðslu insúlíns með erfðatækni. Hvað er líftækni? Ég ætla að vitna í Vísindavefinn sem segir að líftækni er í grunninn notkun lífvera, frumna eða hluta þeirra til að framleiða vörur eða breyta ferlum til ákveðinna nota. Hún tengist í bæði læknisfræði, landbúnaði, iðnaði og umhverfismálum. Líftækni er skipt í margar undirgreinar og þessar undirgreinar eru merktar litum. Sumar litategundir líftækni sem ég ætla að nefna eru rauða, græna, hvíta, gráa, bláa og brúna. Rauð líftækni tengist læknisfræði og heilbrigðisvísindum. Þar falla undir lyf, bóluefni, greining sjúkdóma og erfðatæknilegar meðferðir. Græn líftækni tengist landbúnaði, plöntum og matvælaframleiðslu, til dæmis kynbótum og erfðabreytingum plantna. Hvít líftækni er iðnaðarlíftækni þar sem örverur og ensím eru nýtt í framleiðsluferlum, til dæmis í gerjun og efnavinnslu. Grá líftækni tengist umhverfismálum eins og mengunarhreinsun, niðurbroti úrgangs og skólphreinsun. Blá líftækni snýr að hafinu og nýtingu sjávarlífvera, til dæmis þörunga, baktería og annarra lífvera úr sjó. Brún líftækni tengist þurrum og erfiðum vistkerfum þar sem verið er að rannsaka hvernig lífverur aðlagast hita, þurrki og næringarsnauðu umhverfi. Ég valdi að kafa dýpra í rauða líftækni vegna þess að hún hefur bein áhrif á heilbrigðiskerfi og lífsgæði fólks. Rauð líftækni snýst að nota líffræði, frumur, örverur og erfðatækni til að fyrirbyggja, greina og meðhöndla sjúkdóma. Þetta svið nær því bæði yfir þróun lyfja, hormóna, sýklalyfja, bóluefna og nýrra meðferða. Tvö mjög skýr dæmi rauða líftækni eru annars vegar penisílín og hins vegar insúlín. Penisílín er eitt þekktasta dæmið rauða líftækni. Samkvæmt Vísindavefnum uppgötvaði Alexander Fleming penisílín fyrir tilviljun árið 1928. Hann var að rannsaka bakteríur þegar hann tók eftir því að mygla hafði mengað ræktunarskól og að bakteríur uxu ekki kringum hana. Síðan kom í ljós að myglan tilheyrði penisílium og að hún framleiddi efni sem hamlaði bakteríuvexti. Þetta var stórkostleg uppgötvun en hún varð ekki strax að nota við lyfi. Fleming sjálfur náði ekki að þróa penisílín í stöðugt lyfjaform og samkvæmt Vísindavefnum var Nóbelsverðlaunasíðunni voru það Howard Florey, Ernst Chain og samstarfsfólk þeirra sem hófu aftur rannsóknir á penisílíni 1939 og náðu að einangra og framleiða hreinna form þess snemma á 5. áratug 20. aldar. Árið 1945 hlutu Fleming, Chain og Florey Nóbelsverðlaunin fyrir uppgötvun penisílíns og lækningamátt þess gegn sýkingum. Penisílín sýnir mjög vel hvað rauð líftækni er því hér er lífvera, sveppur, grunnurinn að lyfi sem breytti læknisfræðinni. Fyrir tíma sýklalyfja voru bakteríusýkingar oft lífshættulegar en penisílín gerði mögulegt að meðhöndla margar þeirra með markvissum hætti. Það sem gerir penisílín að dæmi rauða líftækni er ekki bara uppgötvun sjálf, heldur hagnýtingin. Vísindamenn nýttu líffræðilega eiginleika sveppsins til að þróa sýklalyf sem var notað í heilbrigðisþjónustu. Það er einmitt kjarninn í rauðri líftækni, að nota líffræði til að búa til meðferðir sem vernda heilsu fólks. Annað mjög mikilvægt dæmi rauða líftækni er framleiðsla insúlíns. Insúlín er hormón sem stjórnar blóðsykri og fólk með sykursýki þarf oft að fá það sem lyf. Vísindavefurinn útskýrir að með erfðatækni hafi tekist að láta bakteríur framleiða prótín úr mönnum, þar á meðal insúlín. Það er gert með því að setja gen sem inniheldur upplýsingar mannainsúlín inn í bakteríur sem verða þá eins konar líffræðilegar verksmiðjur. Þessi þróun skiptir miklu máli vegna þess að áður var insúlín oft unnið úr dýrum, einkum kúm og svínum. Í umfjöllun mbl.is kemur fram að það gat valdið vandamálum hjá sumum vegna þess að dýrainsúlín er ekki alveg eins og mannainsúlín. Með erfðatækni framleiddu mannainsúlíni var framleiðslan nákvæmari, hreinni og öruggari fyrir sjúklinga. Þegar talað er insúlínkristalla er átt við mjög hreint og skipulagt lyfjaform insúlíns. Samkvæmt upplýsingum frá FDA er Humulin R framleitt úr erfðabreyttum Escherichia coli bakteríum og lýst sem
insúlínkristöllum leystum í tærum vökva. Eli Lilly bendir jafnframt á að hjúmulinn sem kom á markað árið 1982 hafi verið fyrsta lyfið fyrir heilbrigðisnotkun sem var framleitt með rafbreytta DNA-tækni. Þetta er því þekktasta dæmi sögunnar rauða líftækni í framkvæmd. Það sem mikilvægt hér að framleiðslan felst ekki bara í því að búa til insúlínsameindina, heldur líka að hreinsa hana, stöðga og setja í lyfjaform sem virkar rétt í líkamanum. Insúlínkristallar sýna því hvernig rauð líftækni sameinar erfðatækni, örverufræði, lífefnafræði og lyfjafræði í eina læknisfræðilega afurð. Að lokum má segja að litaflokkun líftækni hjálpar okkur að sjá hversu viðfjóðsviðið er. Græn líftækni tengist landbúnaði, hvít iðnaði, grá umhverfi, blá hafinu og brún þurrum vistkerfum. En rauð líftækni tengist sérstaklega heilbrigðiskerfinu. Uppgötvun penisilíns og penisílium og framleiðsla manna insúlíns í bakteríum eru tvö mjög sterk dæmi hvernig líftækni hefur gjörbreytt meðferð sjúkdóma og bjargað mannslífum. Ég þakka kærlega fyrir áhorfið. Hér er heimildaskráin unnin í APA 6 formi. Allar heimildir má finna hér. Ég þakka fyrir mig. Takk.